Já, komið sæl og velkomin í Kalda pottinn þessa vikuna. Gestur minn í dag Séra Axel á Njarðvík. Séra. Með áherslu á Séra. Velkomin. Takk. Takk fyrir að hafa mig. Gaman að skyldi koma. Já. Ég búin að hafa augastaði lengi þar sem að þú ert nú í sveitinni. Það prestur í sveitinni. Og nýtekinn við Skálholtinu. Já, það má segja það. 1. október var ég sóknarprestur í Skálholtsprestakalli til 9 mánaða, sem réttur meðgöngutími manns. Það er spurningin hvað verður búið til. Er þetta bara tímabundið? Væntanlega. En eins og allt sem ég gerir með tímabundið þannig. Það endar allt einhvers staðar, sko. Já. En hvaðan ertu? Njarðvík? Þú væntanlega ekki úr Njarðvík. Hvaðan er ég? Já, hver er maðurinn og hvert að fara? Ég er vesturbæingur í Reykjavík. KR-ingur væntanlega? Já, ég var í Sundil KR í fjölda ára og þjálfaði krakka líka og sinni svolítið sjálfur. Og bjó þarna á Hjarðarhaganum til 28 ára aldurs. Gekk í Melaskóla, Hagaskóla, Háskólann og MR. Þannig þetta var allt saman í göngufæri og neskirti við hliðina. Ok. Skólagangan, hefðbundin? Ég held að það sé hefðbundið að fara í barnaskóla, gagnfræðaskóla, menntaskóla og háskóla. Fórstu alveg beina leiðin í gegnum þetta allt saman? Hnökralaust? Nei, ekki hnökralaust. Ég held ekki og lífið er náttúrulega aldrei hnökralaust. Ekki hjá þeim sem lifa. En það er nú góð spurning af hverju lífið rennur eins og það rennur. Og hvað veldur og það. Og hvað tekur við? Ég meina, þú ferð upp í háskóla í beinu framhaldi og... Já, ég byrja í verkfræði og raun, eða verkfræði, 82. Og ég segi stundum að komman var á vitru stað í stærðfræðigreiningunni. Nú, hvernig það nú útskýra fyrir mér? 1,0 og 10,0, það er munurinn. Já, meinar. Og svona 3 ár í verk og raun, svona fyrsta ári, þá fyrir guðfræðideildina, eða guðfræðinum, og heillast alveg að því. En af hverju þetta fór svona, tók mig kannski 30 ára að skilja. Eftir nám? Já. En bara forvitni, varstu trúaður sem krakki? Var þetta eitthvað sem fylgdi þér alla tíð? Já, ég sótti mikið barnastarf í Neskirkju. Neskirkju er hliðin á flokkinni. Og sótti það á sunnudögum og þótti gaman. Og skildi dæmisögurnar mínum skilningi og stundum ekki rétt. Eins og sagan talenturnar. Ég skildi ekki af hverju þessi sem gróf talentuna, af hverju hann var ekki verðlaunaður. Þessi sem tók ekki sénsinn á tapa 5 og 3 sko. Litli Axel skildi þetta ekki. En það var enginn til þess að útskýra fyrir honum því hann spurði þetta. Varstu meira tilbaka heldur en? Nei, alveg örugglega ekki. En kannski 11 ára bekk og gerist eitthvað í Melaskóla sem gerir það verkum að ég verð passívari og meira tilbaka. Og ég fattaði það ekkert árum saman hvað það var. Og til dæmis í menntaskóla þá beitti ég mér ekki neitt í náminu. Og heldur ekki verkfræðinni í raun og veru. Og þú sér til dæmis að meðan strákarnir og stelpurnar verkfræði lásu og reiknuðu, þá fór ég út í Vesturbæjarlaug að þjálfa krakka. Já, vel gert. Í Sundi þá væntanlega? Já, Sundi, já. Og sem þýðir auðvitað það að ég gerði allt til þess að klára ekki prófinu. En ég vissi þetta ekki þá. Ég vissi ekki þennan hátt. Og eins í guðfræðináminu fyrsta árið þá var svo sem ekkert að breyta henni.
Sigldur bara í gegnum það? Varstu ekkert gagnrýninn eða spörull inn í? Jú, ég held ég hafi verið mjög spörull og ég maður til dæmis í guðfræðideildinni að þá var ég að skrifa ritgerð heilaga þrenningu og ég var að gera hana aftur. Vegna þess að hún féll ekki alveg í kramið. Og það var annar skilningur sem ég hafði. Ekki rétta skilningur? Nei, en ekkert vitlausari fyrir vikið, það er bara önnur sýn. Og það er kannski engin ein leið í gegnum lífi, en það eru margar vitlausar leiðir. Það er til dæmis að halda það að mín leið sé rétta leiðin. Þín leið er alveg jafn rétt, þannig laga sko. Þó við getum verið að gera vitlausa hluti. Þetta er svolítið þversögn að segja þetta. En það meikar alveg sens sko. Já, gerðu svo pabbi þinn, gerðu svo mamma þín, þá byrjar villan. Gerðu svo þú, er eiginlega skilabónin, á þess að meira þetta. Já, og þessi sko frasi, vertu þú sjálfur sko, sem að ég svolítið sko, hegg alltaf í þetta, ég heyri þetta, vertu bara þú sjálfur. En svo kemur stóru spurningin, ef þú veist ekki hver þú hvernig ætlar að vera þú sjálfur? Þetta böglast alltaf fyrir mér. Þetta er nú svo stór spurning að ég held ég fóð mér svopað þessum dreikjunum. Það við glemdum að skáli í Jesúlaði í tilum dagsins. Veistu hvað dagur er? Það kunne vera... Nei, ekki þannig, nei. Það klassíska er náttúrulega, þetta er fyrsti dagurinn af afganginum af lífinu. Já, meinar þannig. Já, þetta er bara gjöf dagurinn í dag. Já. Þú hefur ekkert morgundaginn. Nákvæmlega. Þú veist ekki eins og hvað verður klukkan 6. Nei, það er bara núið. Ég ræð bara yfir núið. Já, já. En hvað í forvitunum námið? Já. Sérst að verða prestur. Er þetta trúarbragða nám eða er þetta fræðilegt nám? Er þetta bæði? Þarf ekki að hafa trúna til staðar til að labba inn í nám eins og þetta? Nú veit ég ekki hvað átt við með orðinu trú. Það semst trú aðri mátt einhvers konar. Valla lappar inn í þetta nám bara út frá launaseðli eða... Nei, það gerur ekki. Sko, það að trúa á aðri mátt eða vita af aðri mætti er þetta ólíkt. Það er eins og að þetta er þetta dálítið snúið að tala þetta vegna þess að orðið trú á íslensku merkir eiginlega bæði faith og belief á ensku og jafnvel religion. Og við kannski horfum á trú með öllum þessum hætti í einu. En trúlaus maður er væntanlega ekki til vegna þess að til þess að geta tekist á við raunveruleikann og þarftu að bera traust til hans. Annars verður þú kvíðanum að bráð eða óttanum að bráð eða eitthvað slíkt. Þú verður með einhverjum hætti að læra það sem væntanlega sem fóstur eða allavega sem kornabarn að treysta. Og barn sem ekki elst upp við traust mun alltaf eiga erfitt með að búa við traust vegna þess að þekkir það ekki. Þetta er ekkert ósvipað því að læra sem barn að tala íslensku en lenda í japönsku umhverfi. Þú nærði einhver samband við fólki. En að fara í nám á grundvelli trúar sjálfsagt margir en forvitni er kannski frekar hjá mér að leita skilningar og sögunni og mannsandanum og menningun og mennskunni og þeir segja stundum þú fer ekki guðfræðinám til þess að finna Guð en það getur verður að fara í guðfræðinám til þess að finna mennskunni glímuna við gott og illt líf og dauða
og allt sem það rúmast á milli. Og guðfræðideild, eins og hún var þegar ég var þarna, er náttúrulega akademískt, læra vinnubrögð, textarýni, skilja texta, umhverfi textans og sögu textans og tungumálin, grísku og hebresku og trúarbragðasögu, trúfræði, hvernig maður hugsa þetta gegn tíðina, og trúarlífssálafræði, sem er kannski vanmetnasta en mikilvægasta fagi. Vegna þess að kannski þar uppi staðið að allt tal trú er öðrum þræði tal sálina sem ég býr og hvernig hún er innréttuð og hvernig hún er gerð. Þegar við erum öll úr sama efninu sem slíku, en það raðast svona í mér og svona í þér og svo kannski verður ástfangnir og þá blandast það með einhverjum öðrum hætti. Svo segir það, ástin sé bara boðefnabúskapur. Já, hún getur verið það, en hún getur líka verið handan alls efnis. Sálin er kannski ekki einu sinni efnisleg. Og við erum kannski komin út á víðanverð þarna, en það er til dæmis mjög áhugavert að átta sig á því hvort þú sért jarðnesk vera að leita að andlegum veruleika eða hvort þú sért andleg vera í leita að jarðneskum veruleika. Þú verður aðeins að stíga dýpra inn í þetta. Já. Sem sagt. Þetta er mjög áhugavert. Þetta er mjög áhugavert. Útskýrið það eins. Já. Manstu eftir sögunum það þegar Guð skipar Abraham að fórna syni sínum Ísaki. Já, ég þekki þá sögur. Já. Hvað er Guð kallar í textanum? Las ekki svo mikið. Nei, það er sama orði sem er notað, Guð eða drottinn. En í hebresku textanum eru 2 guðanöfn notuð. Þannig að Guð sem skipar honum og Guð sem breytir skipunum. Og annar Guðinn er ómeðvitaður Guð það hvað er að vera manneskja. En hinn Guðinn, hitt guðanafnið, veit hvað er að vera manneskja. Og þetta er hægt að rekja kannski líka til Golgata, þegar Jesús segir Guð minn, hví hefur þú yfirgefið mig. Það að vera manneskja, reynslan það, var Guði kannski og hann yfirgefið. Svo kemur hann aftur. Og þetta finnst mér afskaplega áhugavert vegna þess að þú sem manneskja í grunninn þarf að komast til meðvitundar. Og þegar við eignumst börn, þá náttúrulega erum við með lítið kornabarn í höndunum og svo verður það afi og amma og annað sjónarhorn kemur og barnabarnið. En það sem ég er að segja segjum svo að þú væri með kornabarn í arminum. Hvað er það fyrsta sem hann gerir í barnið? Settu þið í ímyndunarafl. Hvað gerir þú? Umvefja. Já, og hvað svona? Fysiskt eða tilfinningar? Bara alveg sama. Ég er litla barn í arminum. Hvað gerir þú? Ég fyllist kærleika. Já. Og verð vulnerable. Já, þetta er þig. Hvað gerir þú við barnið? Ég umvefja og held ég að mér. Já. Og vernda það. Já, og hvað gerir þú svona? Svona rétti bara hjúkunu það. Ég veit ekkert hvað að gera meira. Jó, það er dýpra. Hvað gerir þú? Það er svo sniðu. Ok, mér finnst ég komin í... Þú er komin í viðtalið. Já, bara snúa viðtalið. Hvað gerir ég? Hvað gerir þú? Ég á 6 börn. Já, hvað gerir maður? Maður fyllist bara einhvern veginn auðmýkt og elski. Já, settu það allt til hliðar. Já. Fysiskt tekur maður í fangið og heldur við að sér og verða. Já, settu það líka til hliðar. Þetta er alveg kostunni. Það gerir ég. Ég horfi augun á því. Já, hvað svo? Og tek það inn í hjartað. Nei, gleymdu því. Nei, það má ekki. Þá er ég mát. Þú byrjar að tala við það. Já, meinar. Já. Já, reyndar. Já. Þú segir það. Þetta er grunnurinn í trúnni. Samtal. Við hvern? Við þann veruleika
sem við kallum Guð. Þannig verður manneskjan til. Hún verður til gegnum samtal. Þetta svo magnað vegna þess að leið að þú ferð að tala við þig, þá verður til vöxtur. Og hvað verður til í þér þegar þú talar við þig? Já. Við notum önnur orð yfir þetta. Ég tala spegilinn, sko. Samtalið við sjálfið, sko. En það er alveg rétt. Ég flonkaði á þessu prófi hvað ég geri. Það er alveg rétt. Ég rifjaði það upp. Þetta var skemmtilegt vegna þess að þú varst bara stressaður. Já, mér fannst þau rétt og rangt í þessu. Þannig að hvað gerði ég því ég hélt á öllum börnunum fæddust? Þú byrjar að tala við. Sérðu mig. Sérðu, halló, ertu glöð núna? Já, býðu velkomin lífið og... Þetta til dæmis í allri biblíunni, bara öllum þessu ritum, samtal. Já, og stóru orðið er náttúrulega ást og virðing. Já. Sem er náttúrulega yfirskrift í öllum trúmálum, en samt, sko, gengur okkur rosalega illa að halda okkur þeim megin. Ást og virðing er kannski líka samtal. Og þetta er kannski út úr, en eitt af því sem gerist þarna er ást og virðingu að finnast maður sjálfur ekki verðskulda ást og virðingu þess að vil gefa. Það verður til innan í. Þetta er... En það er líka að því að við eftir að fara betur inn í Jung og allt saman. En það er líka það ef að manneskjan fær ekki speglun frá öðru fólki, þá er hún ekki hugmynd hverjum er. Nei, það er alveg rétt. Við verðum alltaf að spegla okkur í náunganum. Því annars er þetta bara týndur, sko. En það orðir í spekt, aftur, spektrum, speil. Ég endurspegla þig og augun, sko. Það er kannski fyrsti speilin sem þú sérð. Þú færð að sjá þig í kúpunni eða í glerinu eða augunum. Þannig að þetta er alveg rétt líka. En ég veit að fólk sem að, ef við tökum svona klassískt dæmi eins og Michael Jackson til dæmis, hann náttúrulega var með í kringu sig fólk sem var á launum að segja já við öllu sem hann datt í hug. Það fór ekki vel fyrir honum. Nei, það fór ekki vel fyrir honum. Það var aldrei raunverulegu speil. Ég tek hann bara sem íkt dæmi. Frank Sinatra var það eins. Sko, það er kallað að samþætta sig. Við hvað samþættir þú vitund þína. Og ef þú ert endalaust að samþætta þig við hvað öðrum finnst, þá búa aðrir þig til. Einhvern tímann á lífsleiðinni þarftu átt á því að fyrra viðhorf stoppar hérna. Þetta er ekki svona að vera sjálfhverfur ekki þannig, heldur það að þú áttir á því að þú þarft að verða til innanfrá. Og það sem inn í þér þarf að verða til ljóst með einhverjum hætti. Og það að fara að þekkja sjálfa sig á þann hátt að viðhorf mitt til þín er ekki það sem mótar þig í sjálfu sér. Þetta er náttúrulega snúið mál svo sem, en það sem ég er að segja með þessum orðum er það að til dæmis verðurðu átrúnað og gott, þá fer það element að móta því. Og það getur verið sárt og súrt og allt þetta og þeim yfir þá fer oft illa fyrir stjörnunum. Já, ég held sem er einmannlegt að vera með það. Já, það víst. En það, eins og indíánarnir sögðu, þarf heilt þorp til að alveg bá. Og það er þannig. En svo þroskustu upp í það að geta valið og hafna, því við erum í dónalegu umhverfi, þá gerir ég það ekki að sjálfunum mínu, sko, að ég hef valum að... En Guð sagði við höfum free will. Sagði það? Einhvers það stendur það í bókinu góðu, að við höfum frjálsan vilja. Já. Finnst þér? Nei, ég var nú svona... æsaði svolítið þarna með því að sagða það, en... Ég var brjálaður. Já, en sko, að hafa vilja er kannski það eina sem við höfum. Við höfum vilja til þess að lifa sem börn. Og það sem við gerum, við grátum og köllum eftir mjólk eða umönnum. En frjálsi viljinn, sko, jú, hann er ju eftirsóttarverður, en
hvenær viljinn þinn en ekki vilji einhvers annars? Og þetta aftur komin inn í það hvað inn í þér. Já, eins og ég oft sagt, sko, mín dysfunction í mínu uppeldi var ekkert kannski upprunnin þar. Hún var kannski upprunnin á Vestfjörðum 1623 þegar bullið byrjaði, skiljum. Við erfum félagslega líka. Já, það alveg öruggt að við gerum það. Gerum það og bullið heldur áfram í nýjan afleggjara. Já, ég vænti þess að bullið þarna því bara hrærigrautur. Já, bara grautur af vanlíðan og sársauka. Og ég sá þannig oft í starfi með unglingum hvernig sem sagt sársaukinum fæst kynslóð fylgst í gegnum kynslóðunar. Já. Af og amma, mamma og pabbi og svo ég. Já. Og öll að díla við sama. Þetta segir nú í ritningunni sko að syndir feðranna bitni á 3. og 4. lið sem alveg sálarlega rétt sko. En og tengist inn í frjálsa vilja að maður hefur væntanlega tækifæri til að rjúfa keðjuna af því að þú hefur val og hinn þroskaði manneskja hún kannski hefur meiri möguleika að vaxa upp úr þeim vanda frekar en að láta vandan kæra sig til dæmis. Og þetta náttúrulega auðveldara að tala í að komast eða komast úr. En þetta mjög áhugavert hvernig við getum stoppað söguna og ef þú verður með erfðagalla til dæmis sem erfist, þá eru töluverður hópur fólk sem ekki eignast börn til þess að stoppa framvindu erfðagallans. Velja til þess að eignast ekki börn. Þá koma þeim genum áfram. Þetta sorg og sátt og þetta vilji líka. Sorg og sársauki erfist. Við sjáum þetta bara í heilu... Já, hann lærist líka. Hann lærist líka. Já, sko, við sitjandi inn á Litla-Hrauni getur átt, við höfum svo mikla aðlunarhæfni því ég trúi því að sá sem lifir af bestur í aðlagast, ekki sá sterki. Heldur sá sem er bestu aðlögunarhæfnina. Sitjandi inn á Litla-Hrauni getur átt góða og slæma daga af því þú er búin að skapa við norm í því umhverfi og við gerum þetta mannskepnan í öllum aðstæðum. Og ég er nokkuð vissum að þegar maður sé allar þessar holocaustmyndir að það voru gleðimóment í þeim. Já. Hvort sem eru sönn eða ekki, við gerum þetta sem mannskepna með aðlögum. Á öllum sviðum. Ég get börn geta búið við heimilisofbeldi alla sína ævi þangað til og haldur svo áfram að beita ofbeldi sem foreldrar sjálf. Já. Þannig að þetta erfist svo grimmilega mann frá manni. Já, ég skil hvað þig. Og allan að heyra það. Já, nú ég farin að tala út frá það góður. Já. En þess vegna hef ég alltaf verið á móti umræðu þeirri sjúkdómsvæddu umræðu tilfinningalíf fólks. Já, en ekki gleyma því að það að tala á þann hátt hlutina er ein leið þess að tala hlutina og merkingarsvið eins og maður náttúrulega lærði guðfræðináminu getur verið breytilegt eftir umhverfi og aðstæðum orðana sem tilfalla og það að sjúkdómsvæða þegar orðið verið til, minna ég, og svo mörgum árum seinna, það getur orðið svo mikil breyting í notkun og orði og bara eins og til þess orðið að skilja. Ég átti við að skilja mjólk og fá rjóma eða átti við það að skilja einhverja hluti eða skilja einhverja hugsun eða skilja við makan umhverfi textans eða orðana. Segja þetta það hver merkingin er. En eitt þetta það sem erfist það er líka það umhverfi sem ert alin upp í getur verið
sjúkt. En það sem ég átti við að þroskeiði maður, kannski einstaklingur, tækifæri til þess að segja stopp, ég vil þetta ekki lengur, ég vil breyta til. Og það hægt að gera hlutin á heilbrigðari, betri hátt heldur en við gert. Já. En oftast gerum við það ekki og það stórspurning af hverju. Já, þetta getur verið sko að þú ert með þetta sem palliti hérna að sumt fyrir neðan meðvitundina. Við vitum ekki það sem við þó vitum af því það ekki meðvitað. Og trú og það sem vitningin oft að tala það margar nátt að komast til meðvitundar það hvað það að vera manneskja. Og hluti af meðvitund einhvers konar sálarvinna að átta sig á því sem í manni eins og ég held ég að sagt aðeins áðan og reyna að greina það. Bara eins og þessi drykkur, þetta náttúrulega mestmegnis vatn og ég líka vatn, en þetta ekki alveg eins og ég sko. Þetta ekki, já. Og það sem ég að segja þarna sko, þetta stundum þess að mold þú, bókin hérna. Þú mold en þú bara miklu meira og meðvitundin ef meðvitundin mold þá ertu nú bara áfram mold en þú hefur lífsandan í þér það blásin lífsandi í moldinu sem þú ert og þetta líka trú að svo sé þú hafir í þér lífsanda og þetta minnir mig á það sem þetta æðst að öllum líf og þegar fólk áttar sig á því að það hluta lífskeðju þeir bera virða líf ekki taka líf og þetta stórt mál í samtímanum stríð og business og hörmungar landbúnaður og þetta allt í raun og veru snýst virðinguna fyrir lífi eða óvirðingu fyrir lífi En af hverju vefst þetta svona óbúslega fyrir okkur mannskepnum? Af hverju þetta? Hvað það sem ég gera? Ef við förum alveg bara út frá trúarbrögðunum. Ef ég vissi það, þá var ég komin með Nóbelsverðlaun. Já, ég meina maður sé fullt af bíómyndum það sem við verið að særa út anda og það verið að... Það bara erfitt og snúið að vera manneskja. Já. Það erfitt. Og af því að þú hefur svo margt í þér, stundum segir maður að þú geymir alla illsku veraldar í þér. En leið geymir alla kærleika veraldarinnar. Og illskan hefur oft verið burt skýrð og kallast bara djöfullinn. En þetta í manneskjunni. Í gegnum hann að þvera. Og það tekur 10 sekúndur að gera manna morðingja, segja sunnu sko. Það þarf ekki meira. Og þegar þú veist þetta, að þá getur viljinn í þér eða meðvitundin sagt við þig ég ætla ekki að beita þessu mín ég þarf þess ekki þá verður eitthvað breyting ég þarf ekki að hefna mín með því að sprengja þarna spítala eða En þetta er svo normaliserað dreifin bara allstaðar þetta normið sem við lifum við sem gerir það ekki í lagi eins og við töluðum mjög parði en þetta eru fréttir sem dynja okkur alla daga hörmungar og margir spyrja sig hvað Guð í þessu kombói sko eðlilega það nú fræg þessi spurning sko hvað Guð þetta nú kannski flökkusaga en nú eina útrýmingarbúðum nasistanna í þessum tíma að það var gyðingur sem var í klóakinu eða hauginum og SS maðurinn gerir grína og segir hvað Guð núna? Og gyðingurinn segir hann hérna hjá mér í skítnum. Hann hvar sem þrautir þjaka. Hvar Guð? Og þegar þú beitir ofbeldi þá Guð ekki þín megin heldur hjá þeim sem lífur og býður eftir og hættir. Og það þitt að segja stopp, ég hættur.
En í dag náttúrulega, það má ekki gleyma því að það til eitthvað sem svona kollektíft, almennt, sem ekkert ósvipað bara örbylgja, smýgur inn í allt. Og það fínt að segja, þetta vil ég ekki. Ég vil ekki þetta. Og það heitir í dag almenna kosningar til dæmis. Þú hefur val, víðast hvað, allavega í Íslandi, að velja. Og þá komum við lýðræði okkar svona. Og svo komum við að sjálfsverðingunni þarna að leyfa sér að hafa valið. Já. Að sem sagt, taka sínar eigin ákvarðanir, skilju, en það óttinn oft svo sterkt afl bak við þetta. Ég hreyfist bara með fjöldanum, það meira safe. Þá ertu komin aftur í þann hluta sállífsins að sigla með vindinum í staðinn fyrir að sigla á móti vindi. Átta þig á því hvað þú stendur fyrir, en ekki vera bara í einhverjum fínum klúbbi með sigurlífinu eða valdalífinu, sko. Þú kýst rétt til þess að vera viðurkenndur eða eitthvað slíkt. En við gerum þetta, hvort sem okkur kennt þetta, hvort þetta í mannlegu eðli, við identifæum okkur með því sem við gerum. Já. Ég sjálfstæðismaður og káringur og ég þessi og ég í Lions og Rotary og svo ég Íslendingur og sko Grímsnesingur líka, skilur. Þannig að ég búin að setja alla merki með á mig sem hægt að setja. Þú ert svona eins og klóspapír. Hvað sérðu? Þú ert ekkert ósvipaður klóspapír. Nei, þakka fyrir það. Þetta eitt lagiði, þetta káringurinn, þetta eitthvað annað. Og svona getur þau rifið utan að þér grímuna, persóna, þessu leikritunum, og smá saman kemst henni í kjarnan, hérna. Og öll lögin utan að þér, þarftu hægt og bítandi að taka af þeim. Það má nú nota það aftur, sko. En í grunninn þetta, sko, hversu langt inn í þig getur þú kafað þess að átta á því að þú ert farvegur, surrogati. Svona rörsýn. Nei, farvegur kærleikans inn í veröldinu. Já, en það þýðir það að þú þarft að sko rífa lögin utan af þér til að komast að kórinu hver þú er. Og það bjarg í það. Já, sko við þurfum þetta lögin til þess að verja okkur sjálf, að sjálfsögðu. En þú ert að vera meðvitaður það hvaða lög á þér. Þú ert ekki káringurinn í grunninn, þú haldir með káar. Nei, ég veit það. En sko margir identifæða sig, ég er smiður. Þá ertu búin að ramma hann inn. Hann er smiður. Og bæti við stjórnmálaflokkið, þá var hann sko vinstri sinnaður smiður. Og þá veitum við alveg hvernig við erum að tala. Sko, þú ert mjög margt. Þú ert búinn til, eins og ég sagði, sama efni og ég, og það stjörnurík með, þú ert búinn til öllu þessu sama efni sem búið að vera til alla tíð. Nema andinn sem ég við veitum ekki hversu hann líka. Erum við á þeirri braut að fjarlægjast þetta? Guð? Nei, ábyggilega ekki. Fækkar í þjóðkirkjunni og svona færri og færri. Ég veit ekki hvort það sé fækk í þjóðkirkjunni hvort það sé til að votta að fækk í þjóðkirkjunni er gott að fjölga í þjóðkirkjunni. Aðalatrið er það að fólki finna einhverja tengingu við lífið og tilgangsinn með tilveru sinni og verði gott fólk. Og hvenær er gott fólk? Já. Það er góð spurning. Við veitum öll hvenær gott fólk, held ég. Og spurningin er kannski frekar, hvernig getur þú orðið gott fólk? Já. Hvernig getur þú góður? Og við hvað miða ég því ég ætla að vera góð manneskja? Já, það gerir ekki öðru megin, hvorki sjálfum þinn í öðru. En ég tek viðmiðið úr samfélaginu sem ég bý í. Því að það er spegillinn minn hver ég er. Og ef það er í lagi að skjóta hunda nábúan, skil allir gera það. Já, þá er ég samt sér gott fólk. Og það eru til algild gildi og grunngildi lífsins sem er ekki
hvað getur maður sagt, ekki umræðefni, ekki, þú karpar ekki þau. Og þegar þú áttar á grunngildunum og við köllum þetta kannski boðorðin 10 og sem náttúrulega líka að hluta til boðorð þess samtíma, en það eru grunngildi í dag sem er án efa til. Og ef þú áttar á þeim, þá ertu á réttri leið. Og ef þú hefur vit og rænu til þess að fylgja þeim, þá ertu á réttri leið. Og kannski er þetta jarðsprengjubelti líka. Já. Norm er það sem flesti gera á sama tíma. Já, norm þarf ekki að vera rétt. Nákvæmlega. Takk fyrir að segja það. Og sko norm nasismans, náttúrulega afleitt. Og norm kapitalismans líka. Og kommunismans líka. Já. Og svo framvegis. Og samfélag, eins og við sættum okkur við grunngildi samfélagsins og það heitir stjórnarskrá. Og þó okkar sem á gömul og dönski grunnin, sko, þá er það grunnlöggjöf landsins, eða samfélagsins. Og einhvern veginn þurfum við að passa þeim. Þannig að kynslóðirnar sem koma, og sem koma frá þessari jörð á Íslandi eða einhver annarri mold út í heimi, að ganga inn í virðingu fyrir lífi, réttindum og einhverju slíkum. Þá veit til dæmis bara fjölmenningarsamfélagi sem getur ekki gengið upp í grunninn. Vegna þess að samfélag verður að hafa sömu grunngildi. Það dugar ekki að þú sett með allt hvítt og ég allt bleikt. Það mun aldrei blandast saman. Og þetta er þetta kannski ekki pólitísku réttrúnaður, en þetta finna allir sem búa saman. Við verðum að búa eins og bara, já, ef við farum að búa saman eins og sagði, ég er ekki að reyna að fá því sambúð, eftir við setjum saman hjúskaparsáttmála það hvernig við ætlum að hafa hlutina. Og hún var auðvitað að breyta, en grunngildunum breytur ekki. Nei, veist, þau eru til staðar í landi eins og Íslandi. Það er stjórnarskrá og reglur alls konar hluti, sko, og þeir sem að vilja flytja eða búa hér með okkur verða náttúrulega gangast undir þær reglur. Þetta er ekkert ólíkt í hér í heimili mitt og það gilda ákveðnar heimilisreglur sem gangi við mig og alla aðra. Við pissum ekki á gólfið. Þannig að sá sem ætlar að búa hjá mér yfir helgina þarf að gangast við þessu reglur. Þar af leiðandi, sko, verður þessi landamæra umræða svo galin. Bara að lesa Facebook í dag og það sem fólk er að láta út úr sér, gagnvart fólki í bári stöðu. Það bara... Sko landamæri náttúrulega partur af gamalli tíð og konungdæmum og ríkjum og svo framvegis, en það sem ég langa að fara í, sko, þarna árið týnir því niður að og er enda búin að týna því. Og já. Meðan við hugsaum það, ef þú hugsaðu það. Það kemur ekkert aftur. Og allir poppaði upp gömul minning, tók sig upp gömul minning. Í frumkristni voru margir guðir. Frumkristninni? Já. Nei. Ekki kristinni í þessi að guðin Java var sem sagt guða herskástur, las ég einhvers staðar. Já. Og hann sagði, samkvæmt þeim fræðum sem ég var að lesa, að þau skuldi bara hafa hans sem guð og ekki aðra guði hafa. Þannig að svona, hann tók svolítið einræðistilburði í guðakombóinu. Er þetta kennt í fræðum? Sko, þetta er alveg, sko, klukkutíma efni. Og Ég er bara hlýi. Já, vegna þess að samhengið, textin, við köllum hann, sko, Guð heitir 3-4 nöfnum í Gamla testamentinu. Elohim,
Adonai, Jahve, og þeir eru ekki allir eins. Þetta allt þýtt bara Guð. Við töpum þroska Guðs í textanum eða hvernig menn kynntust Guði betur og áttuðu sig á því að hann breytist. Ef Jesús birtir Guð, þá er hann ólíkur mörgum guðamyndum Gamla testamentisins. Og það er allt í lagi ef þú áttur á því að þú lítill 5 ára eða þú 50 ert í grunninn sami maðurinn en samt ólíkur. Og herskár Guð þess tíma, hann fór fyrir Ísraelsmönnum í örkinni og bara stormsveipur eyddi. Hann eyddi borgum eins og Gormónu og Sódómu og slíkt og Nóaflóðið og allt þetta. Og þetta mjög mikilvæga myndir af þessu afli. Guð eyðandi afl, en leið hann kærleiksríkt afl. Þetta ekki þversögn, þetta sama, hvað getur við sagt? Þetta sama elementi. Getum við ekki einfaldara niður í það að Guð bara tilfinning? Nei. Er það ekki hægt? Nei. Því að ef maður fer að rökræða Guð, tilvist Guðs, þá maður strax komin í ógöngur. Því að hver bjóð þá Guð til? Hvað var á undan Guði? Ég var kannski heldur fljótar að segja nei við tilfinningu vegna þess að tilfinningin, þú ert margþættur og tilfinning, einsæi og hugsun og næmni að registrera eitthvað með ólíkum hætti. Og þegar þú segir Guð tilfinning og ég sagði nei, þá vorum við ekki á sama stað með orðið tilfinning. Og þessi handan veruleiki, þessi sem á bak við allt, yfir öllu, undir öllu, og við gefum því nafni Guð. Og þú spyrir hvað er Guð í þjáningunni eða stríðinu. Hústin kannski að reyna að tengjast þessu afli, þannig að þú verður heilbrigð án þess að verða oflætun og brá. Því að hugmyndin Guð eða líf með Guði, það sýnir sig eins og með Michael Jackson áðan, þetta geislavirkt svæði. Þetta getur farið illa með fólk líka. Já, sagan hefur sýnt okkur að Guð getur verið í andstæðu sinni í ýmsum verkum. Og mörg verstu verk mann náttúrulega réttlætt með Guði. Já, og líka dásamlegustu tónverk líka. Já. En því ég meina tilfinning að því í mínum huga rökhugsun getur verið hvernig sem Við getum torfað í næstu vikurnar á rökbasis tilvist Guðs eða ekki, og ég ekki að reyna að afsanna tilvist hans á engan. Og einu stað ég mjög trúaður, ég bara kann ekki alveg að setja það í eitthvað bóks. En tilfinning alltaf sönn. Það ekki til neitt sem heitir fölsk tilfinning. Ég ekki viss það. Það sé ekki að setja fölsk tilfinning. Já. Þannig að þú getur rökrætt við það að sorgin sem ég upplifi ekki sorg. Þá erum við komin á hausaflan. Þá erum við farnir úr tilfinningunni, komin í rökhugsun. Nei, kannski ekki endilega, vegna þess að þegar þú ferð inn í tilfinninguna, hún getur verið í þér þannig samansett að túlkunin þín á því sem þú finnur alveg galin. Já, þá erum við komin stundum þetta kallað misskilningur.
Já, það kannski snýður þá hæfni minni til að útskýra tilfinningar mínar frekar en að tilfinninguna sem ég finn. Já. Æmi, mér langar í mat. Það er hugsun. Við getum torfa það. Ég er offitusjúklingur og ég var nýbúinn að borða og við getum rætt þetta alveg bara út á hlað. En ef ég segi, ég er svangur sem er tilfinning. Það er alveg saman hvað við rökræðum þá tilfinningu. Hún er samt svo að ég er samt svangur. Alveg saman hvað rökræðum. En ég var ekki þarna með þér í tilfinningunni. Ég ætlaði nefnilega að spóla því yfir í Jung í kjölfara þessar umræðu. Ég var miklu frekar að hugsa ef þú myndir hugsa eða ég myndi hugsa Guðmundur er á móti mér. Hann hatar mig. Hann horfir þannig á mig. Hann er með saman kreftar hendur að þannig ætlar að slá mig. Ég er þetta á tilfinningunni. Þetta er bara rugl í mér. En hvað er bak við þetta? Ótti. Það getur vel verið, það getur bara verið að ég sé hræddur við því og ótti. En það er sönn tilfinning. Ótti. Það er eitt af survival elementum mannskepnar er survival. Dæmið er ótti. Ef þú verður þessa leið, og ég er ekkert að reyna að vera klár í þessu, en það er svolítið klár í þessu. Það er ljón hérna. Já. Við verum báðar hræddir. Akkurat. Að því ljón borða fólk. Okay. Það er svangt, skilur við. Þannig að fyrstu viðbröð er ótti. Já, hvað kemur svo? Þá koma upp hérna til flýið eða attack mode. Primal mode. Og hvað kemur svo? Hvenær fattar það? Að ljónið er ekkert svangt. Ljónið er komið til þess að leika við okkur. Já. Og alltaf tilfinningarna sem held að vera sannar hafa ekkert með ljónið að gera. Jú, þegar það gerðist að því þá erum við aftur komin í upprunnan þáttarins að í núinu upplöfum við báðir ótta því við vitum ekki ennþá hvort að ljónið er svangt eða ekki. Já. Þannig við færum þetta yfir bara landamæri og segjum múslimar eru vondir. Ekki farið þá sálma. Nei, skilju, fólk gerir sér þetta, skilju, en bakvið allt er ótti. Primalið í okkur við erum svo óttaslegin í grunninn sem tegund. Já, þeir séu ekki farið þess að þættir með múslima og samtíman það er það að þetta ristir svo djúpt, þetta er menningarmunur, þetta er lífsýnsmunur á fólki og munur á svo gríðarlega miklu, efnahagslegur munur margháttaður en í grunninn er þetta bara fólk eins og við og sama efna við og vill ala upp börnin sín og elska makann sinn og rækta jörðinni sín og svo framvegis. Þannig að nákvæmlega svo bara þegar maður skipt flösku. Ég drekk meira en þú. En ég velti fyrir mig ætli Múhameð hafi verið múslimi eða var Jesú kristinn? Nei, hvorugur. Nei, ég meina kennarar klárlega, báðir tveir. Já. Og svo tökum við mannskepnan yfir og förum að fabulera og túlka. Og ég held að það slæma orð sem kirkjan hefur á sér hjá mörgum er fortíð kirkjunar í mannkynssögunni. Og ég held að á tímum upplýsingatækni og þá eru margir reiðir út í kirkjuna þessu forsendu og hún hefur hagað sér svona. Finnur þú fyrir þessu? Í dag? Já. Færð þú á baukinn fyrir mannkynssöguna í umræðinni? Ég veit það ekki en flórabögglar saga kirkjunar er náttúrulega saga fólks og saga þeirra sem fóru með þetta gós í gegnum tíðina og til dæmis í lok kaþólskrar siðar hérna á Íslandi að þá voru klaustur sem voru bara lokuð síðan og fólki sem þar hafði leitað skjóls bara sett út á guðakattin fyrir undan fyrir 500 árum. Þannig að
sko, það sem margt gott gerist, það dregur það líka oft mjög vont. Og Skálholt þannig staður í gegnum síðustu tæp 1000 árin. Að þangað sækir margt mjög gott leið mjög margt vont. Og kirkjusagan sem slík, hún auðvitað saga fólks, eins og ég sagði áðan, og það var alls konar, og þröngsýni og valdabrölt og græðgi og allt þetta var þarna að finna og sums staðar enn að finna í dag. Og í hnotskurn og ég ekki afsaka neitt, þetta bara saga mannsins í gegnum tíðina. Konungdæmi nú ekki þar fín. Saga, ég ekki afsaka neitt, en saga, konungdæmi í Evrópu ekki fín. Þetta blóðið drifnar sögur allt saman, sko. Þú getur líka sagt, sko, saga iðnaðar ekki fín. Og ég hugsa að iðnaður hafi nú, þegar verður horft tilbaka, þegar óafturkræf var skemmdir á vistkerfum. Algjör útúrdúr frá sögu kirkjunnar. En kirkjan í grunninn kannski hópeflisstöð til þess að reyna að móta fólk til betri myndar, samfélagslega séð, og gerist á litlum stöðum, í litlum mæli, ekki svona 10.000 manna kirkjur, megakirkjur eða 20.000 manna söfnuður, sko, eins og í Reykjavík, heldur eins og kannski í Skálholti, Skálholtsbistakallið, heldur líka 20 manna sóknir, sem náttúrulega ólitlar rekstrareiningar ef það farið. En til dæmis í Bretlandi mér sagt að svona heimiliskirkjur, þessi fólk kemur bara saman til þess að biðja, eru í örum vexti, en stofnunarvægt apparat virðist ekki fúnkera sama skapi, og það alveg í takt við eins og menn hafa skilið heilagan anda, að hann bara kemur og fer. Beislar hann ekki innan veggja einhvers. Hann kemur og svo fer hann. Og ef þú ert opinn, þá kemur hann, ef þú ert lokaður, þá fer hann. Og af hverju segi þetta? Jú, vegna þess að til dæmis að þú ert vígður sem prestur, þá þér afhent við heila prests og predikuembætti til þess að gera ákveðna hluti eins og predika Guðs orð, segja frá Guði og veita sakramentin og hlusta á fólk, veita því sálgæslu og hlýða á skriftir sem við notum ekki mikið. Það að segja, það alveg búið dæmi sem svo kaþólikkarnir hafa þetta? Nei, skriftir í grunninn alveg gríðarlega mikilvægt sálfræðilegt atriði. Að þú kemur, játar afbrotið, farð yfirbót, sýnir iðrun og lærir af þessu til betra lífs. Og þeir fyrirgefið í nafni Guðs, það sem fyrirgefið á jörðu, fyrirgefið himni og herrstef, og þú berð ekki lengur þetta áfram, þú ert frjáls af að þú törum frjálsaviljan á hann, sem ekki alltaf frjáls, þú ert frjáls undan þessu fargi misgjörðum. Ok, þú sem prestur hérna á Skálholti, og nú var Gunnar Bjarni, tæknitröllu okkar, mjög leiðilegur með áðan og hann með vonda samvisku af því hann var leiðilegur mig. Getur hann komið og fengið fyrirgefningu synda sinna bara með þér í einhverju ritúali, eða hvernig virkar þetta? Er þetta bara samtal eða hvernig gerist þetta? Hluti af... Sorry Gunnar Bjarni, ég var náttúrulega að draga því skítinn með okkur. Hluti af þessu náttúrulega að hann Gunnar Bjarni þarf að koma til þín og biðjast fyrirgefningar og lofa bótabæturinn og þú að veita það fyrirgefninguna. Það að koma til prests.
Snýr betur að sem sagt andlegri líðandinn út af einhverju. Ég klárlega fórnarlamb í þessu máli. Jæja. Nei, segjum við leitum til þín, það getur verið hjónaskilnaðir, það getur náttúrulega verið hvað sem er. Og ég veit að prestar eru oft þarna með, koma á sáttum og svona hjálpa fólki að finna sér eitthvað farveg í sínu sársauka, ekki rétt hjá mér? Jó, ég segi það. Ég var einu svona giftur í svona kirkju sem sagt, og þá þurfti ég við að hitta þetta fyrir 30 ára síðan. Og þurfti að fara til press sem átti að reyna að sætta okkur. Já. Samkvæmt lögum hafið átt barn saman? Ég reyndar ekki. Ef þú átt barn undir 16 ára, þá var það þannig að þú þurftir að leita sátta. Og þá var gert með hagsmunir barnsins í huga ekki síst og alls þessa sem fjárfestir í þarna. Og eða tókst ekki, þá var þetta að fá vottorð það að sættir tókst ekki og stofnum til sýslumanns. Þetta er ekki ennþá í gangi? Jú, þetta er ennþá í gangi en sko skriftirnar eru annars eðlis. Já. Og þó að kannski mætti nýta þær betur og í hver einustu messu að eiga sér stað skriftir. Bara yfir hópinn? Já, það er semst kollektíft. Ég játa fyrir þér, almáttugur Guð, að ég hef syndgað í hugsunum, orðum og gjörðum. Fyrirgef mér sakir miskunum þinnar og leið mig til eilífs lífs. Og þetta er semst í alltafsgöngunum. Já. Og ég held að fólk tengi nú ekki vel við þetta. Þetta bara fyrir framhjá. Þetta fer svo þig. Já. Og þessi játning að ég hefur mistekist að ég hef ekki gert sómasamlegt eitthvað. Getur nagað þig inn að hjartarótum nema og losnir við þetta. Og sko sektarkennd, samviskubit er ekki það sama. Nei. Sektarkennd er meira svona tengsladót og meðan samviskubit er eitthvað sem snýr að manni sjálfum. Tilfinningar. Já. Sektarkennd tilfinning væntanlega. Já. Sko, ég hugsa eins og tilfinning er eitthvað sem maður finnur til. Það er svo að leita einhverju til einhvers. Þetta leiðir þig einhvert. Þú skrifar sko til Axels. Til Axel, það er ekki til finning. Skilur orðaleikin? Ég skil orðaleikin. Sko hvert vísar orðið, það vísar til einhvers sem þú finnur. Og hvað finnur þú? Ég finn sársauka. Ok, ég finn gleði. Við köllum það tilfinning. Og varðandi sektarkennd og skriftir sko, það er ekki ástæðulaus að þetta sé til í gegnum 2000 ár. Og ég meina, Jesús sagði okkur að fyrirgefa og synd ekki framar og eitthvað svona að breyta sálar ástandi fólksins. Þetta er allt í lagi, þarft ekki að bera þetta lengur. En þannig er þjónusta þess eðlis að ég og Gunnar Bjarni, vinur minn, í fílu og okkur gengur illa að vinna saman, að þú getur komið á sáttum. Nei, það er ekki hægt að laga eitthvað samband. Nei, fyrir utan það. En gefum okkur það að ég var í þroskari, getur það með. En ég menna bara eins og ég geti komið til þín með það sem ég er að böglast með. Hef ég aðgang af þér sem sóknarbarn? Já, fólk hefur aðgang af sóknarprestum eða prestum almennt tala og frítt með þess að og sumir eru lungir í þessu góðir að mennta sig, sálgæslu og sálfræði og lesi sig til hvernig sál mannsins er samansett og hvernig er að glíma við tilbyrðuna. Þú opnar hurðina alveg fyrir mig. Jungfræði. Já. Þú hefur menntað eða stúderað jungfræði. Ég er búin að gera það í 5-6 ár í námi í Kaupmannahöfn og er að verða svona stimplaður analítikar, heitir það, sálkönnun eða svefngreining kannski, sálkönnun. Og þetta er viðurkennt út allan heim.
Þetta þerapeutískt fyrirbrigði. Þetta meðferðarúrræði og Jung, blessaður, hann deyr sama ára og ég fæðist, 61. Hann vinnur hans Freud. Já, það alveg annar klukkutíma að tala þá, skauðra. Og sko, þessi kallar og konur fyrir tæpum eða rúmum 100 árum eru að glíma við það verkefni að rannsaka sálina hver hún er. Og menn vilja gera þetta vísindalega og það er dálítið erfitt að gera vísindalega kannanir á sálarlífi fólks og samt þetta vísindagrein og Jung hann áttar sig á ýmsum hlutum og þarna fyrir 100 árum eða rúmum og skrifar bækur og það er ekki allir sem áttar sig á því að gaurinn sem var á bakvið tólsporin hjá AA var Jung. Já, ég var búinn að vita það. Bill og Bob sóttu þangað, og það var einhver regla sem notaði þessi tólspor líka á undan AA-samtökum. Já, þekki það ekki, en sko þessi nálgun á sálina er ein af mörgum. Það er engin, kannski ein leið, þannig, en það til margar rangar leiðir. Það var eitthvað sem spurði, sko, getur þú sagt mér hérna hvernig á að taka, sko, analítíkina rétta? Nei, ég get það ekki, ég get bentur á margar rangar leiðir. Ég var svolítið fyndið. Og þess vegna, sko, hvað því sem Kristur segir, þegar hann segir, ég er vegur sannleikur og lífið. Enginn kemur til föður sem fyrir mig. Og það er alltaf skemmt þessu við hengi, eða þessu samhengi. Og þegar menn áttar sig á því að þeir eru kannski að tala sama hlut, Jesús og Jung. Fórstu að stúdera Jung út frá trúarlegu hliðin niður? Nei, eða bara rök fræðimannsins? Nei, sko, ég var hérna 20, las eitthvað í ganglera, sem tímareit Guðsbyggifélag sem stáverandi heitir Lífsbyggifélag í dag og ég las Jung og fletti bara yfir sé eftir í dag en eitthvað í mér var ekki tilbúið svo raðast atburður í lífinu þannig að hurð opnast og það er gengið inn hurðina og lagt í þetta nám sem er líka eigin meðferð. Þú ert að sækja 300 tíma í terapíu. Sjálfur? Já. Þetta er svona eins og psykoterapíu aðferðafræðin. Já. Ég hélt ég var í góðu lagi. Við trúum því. Það við séum í góðu lagi. Já, var bara forréttin, sko. Og hefði viljað hafa 300 tíma viðbót. Vegna þess að þú ert að læra að þekkja innviðina í þér til þess að geta áttað á því þegar þú sem meðferðaraðili ert þannig að þvælast fyrir skjólstæðinum eða þegar skjólstæðingurinn vekur upp í þér þætti og þú þarft að glíma við þá á augabragði til þess að skjólstæðingurinn fá að njóta tímans en ekki þú á kostnað skjólstæðingum. Og þetta er sem þú sagt að í kirkjunni þá eru menn að predika sjálfum sig í staðinn fyrir að predika Krist. Eitthvað var blastundum fyrir okkur. En þetta er ótrúlega áhugavert nálgun, fannst mér, og hafði þó lesið margt í trúarlífsálafræðinu og eitthvað svona í árunum. Og já, þetta er... En að tengja þetta svona saman, þessi tvö element í þér, þessi fræðimaðurinn og forvitnaðurinn og svo trúaði maðurinn. Já, þetta er aldrei ræðgöld. Ertu stundum að skipta hata, bara svona í daglegu bröldi? Sko... Er það konflikt að vera prestur? Nei. Sko, þetta eru við margs konar hata í tilverunni. Og hérna kórunum. En
Ég veit ekki hvort það sé rétt að segja að þvælast fyrir því að maður jú alltaf maður sjálfur. En maður veit hver maður Jafnvel þó maður veit það ekki. Nákvæmlega. Jafnvel þó maður veit það ekki. En kannski tilveran þannig til þess að ég held hérna spottan sko að ná þessari tengingu milli þess sem þú ert vitandi og þess sem þú veist ekki og svo Guð þarna líka. Og þetta gagnast þér? Sem prestur? Sóttir, þú menntaði í jungfræðum gaggjart til að vera betri í því sem þú gerir. Eða varst að leita sjálfur? Ég hugsi, ég hef nú ekki farið þetta til þess að vera betri í því sem ég vinn við, en óneitanlega gerir það verkum að ég betri núna en fyrir 6 árum sem prestur. Þó ég segi sjálfur frá. Vegna þess að innsæið virkja. Það var allan tímann þarna og traustið á því sem vakandi í þér dýpra. Ekki til þess að vera máttinn sko, heldur til þess að átta sig á því að það lífið þér sem vill vera að lifa eða þú þarft að hafa kjark til þess. Og þannig það með allt fólk sem þú mætir að lifandi lífið því sem biður kjark til þess að fá að lifa til lífi sem lífið því. Og ég held að Kristófurinn hann leggur mikla áherslu á líf. Að lifa lífið sínu. Og Jesús alltaf að hjálpa fólki að rísa upp til lífs. Heldur. Það var víst fyrsti hippinn, segja þér. Þú þarft ekki að svara þessu. En ég veit að hipparnir tóku rosa mikið, hippatímabilið tóku rosa mikið frá Kristi, sem sé ekki frá honum heldur, fóru svolítið í samtalinu og lakið og svona boðið þennan ást og frið sem að Kristur gerði. Svolítið, að þú eldri bróðir sem hippi, sko. Að Jesús skein svolítið í gegnum allt hippatímabilið, lofum pís og þetta. Hippatímabilið var náttúrulega ekki til einskis í veraldarsögunni, mængasögunni. Það breytti sögunni. Miklu til leiða. Og ég held að það hefði ekki verið gott að vera hippi. Ég held ekki. Ef maður var eitru hippi. Já. Svo svo bróður minn. Já. En að við erum búin að tjata í rúma klukkutíma. Já. Og það var skemmtilegt að vera með þér, Axel. Og þetta þyrfti eiginlega að vera svona 6 tíma þáttur. Það er svo margt sem langar að spyrja en svona að lokum. Bara eigin hvötum. Og ég verð bara að segja þetta beint út. Af hverju eru messur svona leiðilega? Þetta þú leiðilega. Þetta voru frábær lokaorð. Þess að messan, hún getur ekki verið leiðileg. Jú. Formið svo styrkt og formið ekkert með þetta að gera. Þannig orgelið ekki. Það skiptir engum máli. Kórinn ekki. Drottinn. Ég komið í heilaga hús til að lofa þér ákalla og til að heyra. Algjörlega, með þér alla leið. Því að þá þarf ég ekki að mæta í Guðþjónustu. Ef ég hef þennan Guð innra með mér, þá hann alls staðar. En það sko, ég að tala formið, svo íhaldsamt. Ég búin að vera í mörgum skírnum og giftingum og öllu þessu. Ég veldi átt verið með, kirkjan svona íhaldsamt? Má ekki einhvern veginn poppa þetta meira upp og klassiska svara þarna. Hvenær fórstu síðustu messu? Það svona kannski síðan eða eitthvað, ég fór í einhverja skýr. Já. Sko, ég kannski líka hrekkja þig með þessu að segja að þú sett bara leiðilegur. Ég átti ekki að það væri leiðilegur. Heldur það að þetta Þú svolítið að gefa þig skín. Já. Sko, þetta þetta kardinal nefni. Hvað sækjur í helgihaldi? Og við eru menn misjafnir og allt þetta. En í grunninn, það getur ekki verið leiðilegt að nálgast Guð. Ég er alveg með þig þegar allar leið. Og formið, ef það er vel gert, þetta sko margra 100 ára gamalt form og það hefur virkað í gegnum tíðin. Og maðurinn í dag litlu breyttari en steinaldamaðurinn. Við erum alltaf eins. Já. Við breytumst ekkert. Og ég hugsa sko samt sem áður
sko margir tala að helgihaldið sé stillt og leiðilegt og sumir segja, ég vissi ekki að gat verið svona skemmtilegt. Þannig að það eitthvað í þessu sko. Bara skipt út orgelinu fyrir rafmagnsgítar myndi strax gera þetta allt. Spilað þú rafmagnsgítar? Nei, reyndar ekki, en ég þekki þetta sem að Kolbi Skálholt einn daginn að spila rafmagnsgítar. Já, Gunnar Bjarni kemur með bassa, hann meiri bassaleikar rafmagnsgítar. Það eru kirkjur Reykjavík sem nota bassa. Já, ég tala svona almenna guðþjónustur sko. Ég fæ alltaf, bara náttúrulega tjá mig fyrir þeir, nota síðustu myndina, að messur í útvarpi á sunnudögum tengt brotinni æsku svolítið traumatengt sko hjá mér, viðurkenni það. Og því ég lappi inn í guðþjónustu. Svo hvað mótar, það trauma á þér sem mótar viðhorfið. Já, því sunnudagar voru þingudagar og ofbeldisdagar á heimilinu og svo glumdi messa úr útvarpstæki, þannig ég tengi þetta allt saman. Svo fer ég í guðþjónustu, bara skildurækni og í hlýhug, svo sem að gifta sig eitthvað. Og leið og orgeli fyrir að stað, það langar mig mest að fara út, sko. En takk eftir hvað þarna að gera. Já, Jung hefur nú eitthvað þetta að segja. Já, að eitthvað í þér kallar á tilfinningu sem ekki góð. Og það svona kassin utan traumatískar aðstæður, að traumatísku memory process fer í gang og þú ert bara orðin lítill, heima, þykka, sunnudag, útvarpi. Og það býr til eitthvað sem leiðilegt og gott. Og þetta fylgir áfram. En ef þú tekur það til hliðar, þá eru sunnudagsmessurnar mest hlustaða efni í útvarpinu. Ok. Þetta svolítið eins og við vorum að tala hérna, Maggi Kjartans var að tala að þetta svona fótboltaleikir voru í gamla daga og voru alltaf bara í útvarpinu og í sjónvarpinu var sko ljóðalestur. Þannig að búið umpóla þessu. Mér sagt að í Bretlandi séu fleiri sem fara á laugardegi að skoða fugla heldur en skoða fótbolta. Það aldrei sagt því. Pældi því. Og svo annað að því að erfitt að sleppa það sem massið þarf að það þetta með fyrirgefninguna. Já. Sko, í mínum huga þetta hugtak fyrirgefningin allir sá pakki alveg komin ofan í skurð í umræðinu. Af því að eins og við nefndum áðan mitt trauma og barnæsku. Ég, sko, tími lagnar ekkert öll sár, en ég læri að lifa með þeim. Sem gerir mig að hæfari einstakling. Ekki gleyma því þegar talar fyrirgefningu að hún bara ein af 4 þáttum sem þarf að fara saman til þess að það prógram eða formúla eða hrærigrautur eða hvað við kallum það gangi upp. Fyrirgefningin sem slík bara 1 af 4 þáttum, 4 efnir sem þurfa að blandast saman. Ef þú bara með fyrirgefninguna þá alltaf út í skurði. Hvað yfirvinnin og yfirbótin og lærdóminn? Já, sem kannski eðlilegt í kjölfara af því. Fyrirgefningin síðast atriðið af þessum 3. Við erum búin að sleppa þeim. Já, það meikar alveg sko, já, ég skil gott að fara og mikið hugsast að. Og nú þetta á öðrum klukktíma. Já, það bara fínt. En það þetta hvernig við notum konseptið fyrirgefningu. Ég bögglaðist með þetta, ég er búin að etru í 30 eitthvað ár og kemur mjög svörtum bakgrunni. Og ég var alltaf bögglaðist með þessa fyrirgefningu. Ég átti stjúpföður sem var mjög ofbeldisfullur og það var alltaf að segja mér að fyrirgefningu. En ég varði ekki frjáls fyrir en ég fatt að ég þurfti þessi. En þarna hefur fyrirgefningin verið notað sem bindi all og vekja sektarkennd hjá þér. Þú varst látið bera ábyrgð á einhverju sem var ekki þitt að bera. Nákvæmlega, því á góðum degi geti sagt, já, ég fyrirgefi honum alveg. En ef ég segi mynda á honum og skilur við og verður að tala hann, þá finn ég er bara ekkert búin að fyrirgefa hann. Ég er bara ennþá reiður út í hann. Er hann lifandi í dag, þessi? Nei, hann er látinn. Þá getur hann ekki fyrirgefið þér. Nei, en það sko... Hvað sem það fer upp í pressis? Nákvæmlega. Ég þarf að fara að koma í tíma hjá þér. Ég get ekki, ég er búinn. Ég trúi til að þetta búið. Já, búið. Og lagfaskan. Farðu aðra á eftir.
Axel, það var virkilega gaman að fá þig og brainstorma inn aðeins með þér. Já. Hvað er íslensku orðið við brainstorm? Það er hafragrautur. Hafragrautur. Gaman að vera hérna með þér. Og að þessu sinni segjum við takk fyrir okkur í bili og sjáum svo aftur næstu viku. Takk.